Komið þið sæl, ég heiti Ragnar Rauðun og hérna við hliðina á mér situr Sonja Ýr, formaður BSRB. Við ætlum að ræða hér verkalýðsmál í tilefni alþjóðlegs baráttudags verkalýðsins 1. maí. Komið sæl Sonja. Komið sæl. Nú í dag tekur stytting vinnuvikur gildi fyrir fjölda fólks. Þetta mesta breyting vinnutíma vaktavinnu fólks í hálfa öld. Af hverju var þetta forgangsmál hjá ykkur? Þetta búið að vera áralöng barátta og það sem að taka gildi í dag stytting vinnuviku hjá vaktavinnufólki og það tók gildi stytting hjá dagvinnufólki áramótin. Og ef við horfum út frá vaktavinnunni, þá það búið að vera áralöng krafa, þessi viðurkenning að 100% vaktavinna eigi að jafngilda 80% viðveru út af neikvæðum áhrifum vaktavinnu á heilsu og öryggi og erfiðleikana við að samþætta vinnu og einkalíf. Þannig að með þessari breytingu núna á vaktavinnu sem felur í sér að vinnuvikan stytt úr 40 stundum í 36 og svo hægt að stytta niður í 32 eftir því hversu þung vaktabyrðin að þá erum við að ná fram þeirri kröfu. Og þetta hefur náttúrulega verið forgangsmál hjá ykkur í talsverðan tíma. Hvað, svona þegar þessi mesta breyting á vinnutíma hefur tekið gildi, hvað verður næsta forgangsmál? Ég þetta alltaf mjög mörg mál á oddunum hverju sinni. Við ákváðum hins vegar að forgangsraða vel til þess að reyna að styrkja stoðum undir það að þetta myndi ná fram að ganga. Stytting vinnuvikunar samt, þetta umverulega svona vegferð sem kannski rétt að byrja af því að þetta byggir að miklu leyti á samtali innan vinnustaðana. Þannig að við þurfum að halda áfram að stuðla því að vel takist til og svona það sé verið að fylgja þessum markmiðum sem eru lagt upp með í verkefninu. En af öðru þá auðvitað stöndum við núna frammi fyrir bæði svona alvarlegu efnahagsástandi en einnig að þá hefur veiran haft talsvert að segja hvað varðar álag á starfsfólki í almannaþjónustunni og það sem við höfum verið að horfa til að því að BSRB félagsmenn eru fyrst og fremst að vinna í almannaþjónustunni. Þannig að við höfum verið að benda á að núna hefur kastljósið verið á sýnt fram á verðmæti þessara starfa og raunverulega hvað þau eru að leggja til samfélagsins og það hefur svona gjarnan sögulega ekki síst að því að meirihluti þeirra sem starfar hjá hinu opinbera eru konur að þá hefur verið vanmat á þessum störfum og stundum hefur legið í loftinu að þau sé ekki að skila neinu til verðmætasköpunar og við erum að segja á móti núna hefur þetta fólk staðið í storminum og raunverulega bjargað okkur hinum frá svona verstu ógninni og sjáum fyrir endan vonandi á faraldrinum með því að fleiri eru að fá bólusetningu og þá þarf að sýna þakklæti til þessa hóps í verki með launauppbót eða framlínuálagi. Já, einmitt. Þú talar að spjótin hafi svolítið staðið af opinberum störfum undanfarið og vissulega rétt sko. Hvernig hafið þið í BSRB brugðist við því og hvernig ætlið þið að reyna að breyta því umtali sem kannski hefur verið opinber störf svona undanfarið og sérstaklega á þessum tímum þar sem við sjáum hversu mikilvæg þau eru? Það náttúrulega hefur svolítið hjá nálgunin hjá sumum hefur verið svo að hið opinbera sé bákn og það þurfa að skera niður og það þurfa að minnka og kannski sérstaklega núna þegar ríkið er búið að skuldsetja sig verulega og sveitarfélögin sömuleiðis að þá vaknar þetta svo spurning hvað ætlum við að gera í framtíðinu og ég held að við séum öll sammála að við ætlum að vaxa út úr vandanum. En síðan þegar fram líður að þá það þannig að það þarf að hefja einhvers konar viðsnúning og þá svona skiptist fólk raunverulega í tvær fylkingar. Annars vegar þeir sem að vilja þá hækka skatta með því að jafna byrðarnar og eins og við komum fram ábendingar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að það hækka skatta á þá raunverulega sem að hagnast á þessu ástandi eða þá þeirra sem að vilja raunverulega skera niður hjá hinu opinbera. Og við vitum það í sögulegu ljósi í kjölfar bankakreppunnar sem að hófst 2008 að þá var þetta gríðarlegur niðurskurður í opinberri þjónustu. Fólk var að hlaupa mun hraðar heldur en áður, mikið álag sem skilaði sér í langtíma veikindum og kulnun og raunverulega að umönnunarbyrði hefur aukist hér á landi og þetta hefur áhrif líka á
möguleika fólks til að taka þátt á vinnumarkaði. Þannig að svo kemur þetta álag ofan á allt annað og þetta auðvitað fordæmalaust og þá þarf að bregðast við og það verður ekki gert með því að skera niður enn frekar. Nei, einmitt. Og þú komst inn á það áðan þegar við vorum að tala næstu skrifi okkur, bæði opinber störf og svo skakt verðmætamat kvennastéttanna, eða sko þú komst inn á að þessi opinberu störf eru mjög oft kvennastéttir og nú höfum við og verkalýðshreyfingin alltaf talað lengi fyrir að þessi skakt verðmætamat kvennastéttanna og það sé óréttlátt. Hvernig getum við breytt því? Já, raunverulega við erum að klára kjarasamninga þarna í byrjun mars á síðasta ári, svona rétt áður en að kannski fólk áttaði sig á í hvað stefndi þó að við vissum þetta faraldrinum og hann var svona að byrja að skjóta rótum hérna. En þá vorum við í samtali við stjórnvöld og ríkisstjórnin lýsti því yfir samhliða kjarasamningum aðildarfélaga BSRB að það yrði komið á fót starfshópi sem að hefði það hlutverk að leggja fram tillögur til þess að leiðrétta þetta skakka verðmætamat á kvennastörfum. Og þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing af því að það er ekki spurning hvort að það sé skakt, það er bara beinlínis viðurkenning á því og þess vegna erum við núna í þessu starfshópi sem eru fulltrúar stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins að reyna að draga fram tillögur og það sem þetta ljóst er að þetta er mjög flókinn vandi, hann er sögulegur og hann er menningarlegur og það þarf að ráðast að honum úr mörgum áttum, það þarf fjölþættar lausnir en þetta snýst allt virðið, að meta virði til launa og eins og þú nefndir að þá eru meirihluti opinberra starfsmanna konur og það eru þær sem hafa staðið í storminu núna og þær eiga þetta inni. Já, ég held að við getum verið saman á því og síðan er ég með hérna eina svona að lokum sko, hvernig heldur þú að því við hefum náttúrulega ekki komist hjá því að tala heimsfaraldurinn, sérðu fyrir þér einhverjar breytingu á starfsaðstæðum eftir heimsfaraldurinn, eftir hvort að við sjáum einhverja stórar breytingar bara á bæði vinnumarkaði og bara í starfsaðstæðum fólks? Já, sko, í grunninn og þá held ég að þetta sé kjörið tækifæri til þess að hugsa hlutina upp á nýtt. Það er þetta kannski fyrsta sem gerðist var að fólk áttaði sig á því, þeir sem að sinna þannig störfum, að það er hægt að vinna í fjarvinnu og margir líta á það sem gæði að einhverju leyti. Það er hins vegar ljóst samkvæmt rannsóknum að fólk vill ekki bara vera heima hjá sér. Við þurfum líka þessi félagslegu samskipti og það gefur okkur mikið. En hins vegar er stór hluti af okkar félagsmönnum og við erum búin að nefna nokkra þessara hópa sem að þurfa að mæta á sinn stað og þá þarf að horfa á hvernig maður mætir þeim til þess að búa til sömu gæði og raunverulega fjarvinnu fólki eða þeir sem að geta inn í fjarvinnu njóta út frá því. En ég held líka að það sem við erum kannski að læra og við erum svona styttingu vinnuvikunnar gengur út á er þetta mikilvægi samtals inn á vinnustænum, að fólk sé að finna leiðirnar og lausnirnar saman. Og það verður við verðum að viðhalda því til framtíðar. Já, það getur einmitt verið, það getur orðið skrítið að vera bara við eldhúsborðið heima hjá sér sko í langa tíma en það svona, það venst stundum. En svo það er líka náttúrulega kynjuð áhrif í þessu af því að við sjáum það líka í faraldrinum að það hefur aukist álagið á konur af því að fyrir það báru þær svona megin þungan á ábyrgðinni varðandi umönnun barna og svona heimilishaldinu. Og það er ekki öðruvísi hér á landi heldur en annars staðar og svo þá sýna þær svona rannsóknir sem hafa verið gerðar núna gegnum faraldurinn að þetta hefur bara aukist enn frekar. Þannig að það er þá líka þetta, sko, ef við ætlum að auka fjarvinnuna að við séum ekki að festa enn frekar í sessi þetta hlutverk kvenna sem hefur verið að axla megin ábyrgðina. Sjáu þið það eitthvað hvort að konur hafi verið meira heima eða minna heima þegar þær eru kannski í þannig störfum að þær þurfa að vera á staðnum? Það eru þetta, sko, stærsti hópur kvenna er að vinna hjá hinu opinbera og þar eru svona rúmlega þriðjungur sem er í vaktavinnu og þau í eðli sínu eru þannig að þú mætir á staðinn og svo þetta eru við með eins og skólana sem er unnið í dagvinnu og þú þarft líka að mæta á staðinn og í leikskóla og grunnskóla þá var ekki farið í svona sama fjarnámið eins og annars staðar. Þannig að í grunninn, ég myndi skjóta að það væri kannski svona helmingur þeirra sem eru hjá okkur sem geta ekki unnið í fjarvinnu
En við erum ekki og við hins vegar ætlum að fara að skoða það betur raunverulega eins og þetta atriði, sko, hvað áhrif er fólk búið með orlofið sitt eða hvað er það búið að taka sér af frídögum og hvernig verður það árið í ár. En við erum með mjög skýra niðurstöðu að þetta svokallaða þriðja vaktin eða þetta framkvæmda stjórnar hlutverk sem að hvílir oftast nær á konum, að það hefur aukist í gegnum faraldurinn. Já, við þökkum Sonju kærlega fyrir komuna og Sonja til hamingju með 1. maí. Takk sömuleiðis. Takk fyrir spjall. Takk sömuleiðis.